Í dag ætlum við að skoða hvernig við stofnum kröfukeislu. Smellum hérna á kröfukeisla. Það er undir á nýtt og stofnum kröfukeislu. Þá fáum við upp hérna 3 valkosti, krafa per reikning, krafa per tímabil og bæta kröfum í valda keislu. Við byrjum að skoða krafa per reikning. Þá veljum við hérna fyrir hvað innheimtuaðila við viljum stofna kröfukeislu. Setjum hérna lýsingu. Getum valið að nota einslegin gjalddaga eða láta kerfið velja gjalddagann. Skulum nota hérna einslegin gjalddaga, setjum þá svona. Uppfæra gjalddagahakið, þá uppfærist gjalddagareiturinn á viðskiptamannafærslunni. Hérna er síðan hægt að afmarka á bókun dagsetningu eða tiltekinn viðskiptamann. Við ætlum að hafa þennan hér. Smelli í lagi og þá stofnast hérna kröfukeisla. Önnur leið, förum aftur hérna í stofna kröfukeislu, krafa per tímabil. Þá setjum við hérna lýsingu, við getum afmarkað innheimtuaðilann. Með þessu hérna haki þá getum við valið að stofna kröfu á hverja einustu viðskiptamannafærslu eða þá ef við sleppum hakinu að þá er stofnuð ein fyrir alla hreyfingar tímabilsins. En við ætlum að stofna kröfu á hverja. Tegund gjalddaga er hérna, það er sjálfkrafa gjalddagi lokadagsins tímabils að viðbættum greiðsluskilmálum, en einnig er hægt að nota yngsta gjalddaga tímabils eða slá inn. Og uppfæra gjalddagahakið hérna gerir það sama. Tegundir viðskiptafærsla. Sjálfkrafa kemur reikningur og kreditreikningur, en ef þið viljið stofna kröfu á færslu sem er ekki reikningur eða kreditreikningur, þá er hægt að velja hérna vaxtafærslur, greiðslur, færslur án tegundar eða hreinlega bara allar færslur, sem væri þá eins og haka í þá alla þessa hér. Hérna er hægt að afmarka á viðskiptamann, en þið þurfið síðan að afmarka hérna á tímabil og við ætlum að velja hérna 1.1. Svona og í lagi. Útreiknað eindagi er eldri en dagurinn í dag. Viltu hætta við keisluna? Nei, þetta getur komið upp ef þið eru að keyra á gamlar færslur. Annars hættið ekki að sjá þetta. En nei, við viljum ekki hætta við færsluna, heldur viljum við fá þetta upp. Það sem hún er að kvarta yfir hérna er þá að eindaginn er eldri en dagurinn í dag. Þriðji valkosturinn var síðan að bæta kröfum í valda keislu. Þá getum við farið hérna í það. Og ef það væri eitthvað búið að bætast við sem uppfyllti sömu kröfur, þá myndu þær kröfur bætast inn í þessa kröfukeislu. Einnig er hægt að láta kerfið stofna kröfur sjálfkrafa og ef þið hafið áhuga á að skoða það, þá mæli ég með að hafa samband við Væs. Takk fyrir.